Já, komið blessuð og sæl og velkomin í messuna hjá okkur í kvöld. Bæði þið sem að hér sitji í salnum, svo fjölmörg, og líka þið sem eru að fylgjast með í beinni útsendingu á netinu. Gaman að vera með ykkur og gaman að geta haldið tónleika svona næstum því eins og við viljum gera það. Það er að segja að þeir eru 500 manns, ef við hefðum boðið fermingarbörnunum og foreldrum þeirra, þá hefðum við svoleiðis tróðfullt allt, en við megum það ekki alveg ennþá. En við erum samt svo glöð að það má vera margir í kirkjunni og þið eru mörg hérna í kvöld. Takk fyrir að koma. Og svona er þetta nú bara yfirleitt hjá okkur í messum. Því að Óskar er alltaf við flíilinn og mjög oft með honum á bassan. Er hann Palli að blokka hann. Og svo eru kórinn okkar sem við erum svo stolt af hérna í Lindakirkju. Við ætlum að njóta tónlistar. Þetta er í rauninni svona messa en fókusin er á tónlistina. Af því að góð tónlist getur haft svo góð áhrif og sálmatónlist og gospeltónlist er full af þessum vonaríka boðskap sem við öll þurfum á að halda og það er líka svo rétt sem einhvern tíma var sagt tónlistina, hún getur jafnvel líka skini þangað sem sólin ekki nær. Hún getur náða innstu hjartans rótum og veitt okkur von og styrk og trú. En ég ætla líka bara að minna á það að við í kirkjunni hérna eru með margvíslegt starf. Stundum við höfum við látið kostina á svona kvöld, en við ákváðum að gera það ekki í kvöld.
En viljum minna á að það hægt að styðja við starfið okkar og eftir verður hægt að sitja í bauka ef maður með aura á sér eða að fá mið á leiðin út og leggja inn. Og svo svolítið skemmtilegt að segja frá því að það að breytast lögin í landinu, þannig að frá með næstu mánaðamótum, 1. nóvember, að þá getur maður fengið nótu fyrir því sem maður gefur í kirkju og æskulýðsfélög og fengið skattaafslátt. Þannig að þið getið bara að fara að gleðjast til áramótana þegar þið gerir skattin upp síðar. En þetta skiptir allt máli og það hefur sýnt sig að þau félög sem að starfa almanna heillum eins og kirkjan gerir, það verður meira úr peningunum og það kemur meira ætlaði að segja til okkar, allra sem í þessu stöndum þegar að þessi lög eru samþykkt í öðrum löndum. En nóg það bara svo mikið af skemmtilegum verkefnum, eins og við sjáum þá ekki loftið alveg eins og við viljum hafa, það gerist einhvern einn daginn og einhvern tíma getum við hringt inn kirkjubjöllunum, en það sem svona alveg á næsta, því sem okkur langar að gera, það að klára kjallarann, af því að þá erum við komið með mjög gott rými fyrir æskulýðsstarfið okkar og það líka nýbúið að samþykkja það að fara að gera loftræstingu og það mun kosta okkur einhverjar 14 milljónir, en við erum að vinna í þessu öllu, en bara minnum á að það sem gefið til Lindakirkju, við nýtum það vel, sóknarnefndin okkar sé til þess. En við skulum hefja þessa stund eftir þessa ræðu á því að helga okkur þeim sem komum til að hitta og stilla okkur inn á anda Guðs og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Ég var næstu búin að segja vertu niður og allt kring, en þá varum við komin í kvöldbæni bara alveg að fara að sofa, en þetta bjargaðist. Við ætlum hins vegar að halda áfram í tónlistina, gjörið þið svo vel. Þakka þér, Guðni. Við byrjum á lagi sem þið þekktu öll vel og tökum fyrstu 4 lögin hér í kvöld, svona þekkt lög sem þið þekkið og getið þá kannski sungið með. Svo erum við 6 lög sem við ætlum að frumflytja fyrir ykkur sem kórinn hefur aldrei flutt áður opinberlega hér, þannig að þetta verður gaman. Og Gógó komin hérna, þið sjáu litina, við erum í bleikur október, eða ekki tekið eftir því, og við ætlum að flytja lag sem heitir It's Good to Know Jesus. He's the
Takk fyrir Gógó. Hún slakar ekkert á. Við héldum tónleikunum fyrir nokkrum dögum síðan og vonandi getum við deilt í með ykkur á netinu fljótlega. En Áslaug, hún næsta sviði sem búin að semja flest lögin sem við syngjum hér í þessari kirkju, svona frumsömdu lögin. Hún frekust, en hún það skilur, en þetta samt grín sko. Og við erum bráðum að fara að koma nýtt lag sem við ætlum að kynna betur eftir. En hún að taka hérna eitt gott lag sem við erum bara að syngja sennilega mest af öllum lögunum hennar Áslaugar. Þetta alltaf í fermingum. Já, og fermingabörnin, þau kunna þetta mjög vel. En ætli þið kunni þetta jafnvel? Ekki hugmynd. Ef að athuga það. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Og aftur. Halleluja, 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 halleluja. Þið eru sko algjörlega með þetta. Ok, við erum ready. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr, sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Þið tilbúin? Halleluja, 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 halleluja. Þú kveiktir brosið, fannstu fuglana, herðin atómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja
Og þá les ég síðasta sálminn af sálmónum 150 sem að tilheyra Davíðssálmunum. Hann hljóðar svo: Lofið Guð í helgidómi hans, lofið hann í voldugri festingu hans, lofið hann fyrir máttarverk hans, lofið hann vegna mikillar hátignar hans, lofið hann með lúður hljómi, lofið hann með hörpu og gíu, lofið hann með bumbum og gleði dansi, lofið hann með flautum og strengjaleik, lofið hann með hljómandi skálabumbum, lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andardrátt hefur, lofi drottinn, halleluja. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sæli erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Ert þú búinn, Guðni, þá? Ok. Við erum ekki alveg búin að æfa nefnilega skiptingarnar, en þetta svolítið heimilislegt hjá okkur í kvöld. Þannig Guðni flottur, sko. Nú ætlum við að flytja fyrir ykkur nýlegt lag sem nýkomið íslenska þýðingu og eitthvað búið að flytja það veit ég einhverjum kirkjum hér á Íslandi. Og Andrea mætt og ætlum að flytja þetta fyrir ykkur. Ofboðslega fallegu texti góðvild Guðs. Af þér
Takk Andrea. Kórinn að sjálfsögðu. Þetta lag, þegar við byrjum að æfa þetta, og ég man eftir fyrstu æfingunni, ég hef búinn að fá lítinn hund, hvolp sko, og ég geng með hann á hverjum degi eins og þarf að gera sko. Og þetta lag, það kemur alltaf upp í hausnum, þín góðvild, hún fylgir mér og alltaf því geng. Þetta er ótrúlegt, þetta svona poppar upp og ég vona næst þegar þið fara út að labba með hundin ykkar eða með ykkur sjálf, eða einhvern, syngi þennan texta, þín góðvild, hún fylgir mér, þá held ég að sé bara gerist. Kitty, þú ert næst. Við ætlum að taka lag sem ég byrjaði að syngja fyrir 30 árum síðan, hef ekki sungið síðan nánast í, kannski einu sinni tvisvar, mjög gott lag. Sumir misskildu titilinn, en við skulum ekki kannski ræða það sérstaklega, heitir Use Me, og einhver sagði, Lose Me? Fyrir 30 árum þá hefði þetta ekkert verið fyndið brandari, en núna þá vita allir. En þetta sem sagt heitir Use Me, eða notaðu mig Guð, og þetta lag hérna er mjög sterkt og textinn alveg dásamlegur.
frábært lag. Ég vona enginn hafi hugsað Lose Me með við sungum þetta. Nei. Þið sáðu titilin á þessu kvöldi, eða hvað ég að segja? Já, titilin á þessum gospelmessum sem við ætlum að hafa í vetur, reyna að hafa einu sinni í mánuði. Sálarsinfónía. Þetta er í næsta lagi sem við ætlum að syngja. Það er í textanum. Guðmundur Karl heyrði þetta lag hjá mér, sá einhvern texta sem var ekki alveg að kveikja á og gerði nýjan texta sjálfur við þetta og þar kemur þetta orð fyrir og ég held að textin kom upp eða ekki Guðmundur. Jú, hann er hérna upp á svölum og stjórn þessu. Hann sá hérna glæru sjói hér í kvöld og allt. Hann kemur hér á eftir og segir betur frá. En við ætlum að syngja lag sem heitir Samhljómurinn og það er þetta nýja lag sem við ætlum að flytja og það eru mættur hérna Hildigunnur og Katrín og ætla að leiða okkur í þessu lagi. Andvarpa til þína, menn hér er ég.
Orðin hans Páls postula eiga sannarlega vel við í kvöld úr Kólosabréfinu þar sem hann segir: syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Nokkru áður sagði heimspekingurinn Plató eitthvað á þá leið að tónlistin glæddi alheiminn sál, færði huganum vængi, kæmi ímyndunaraflinu á flug og blési lífi í allt. Hugsið ykkur hvað langt síðan að fólk fór að fatta. Fólk fattaði undra mátt tónlistarinnar. Við hljótum að taka undir þessu orð. Lífið alls konar og tónlistin Guðs gjöf til okkar. Stórkostlegt leikfang sem getur í senn túlkað og snert allt litróf mannlegra tilfinninga á annan hátt og oft betur heldur en okkar ástkæra og ylhýra. Betur en vísindi, betur en tölfræði, betur en ljóð eða myndir og býr yfir endalausum möguleikum til þess. Ég veit að ég ekkert að segja ykkur neina fréttir. Lífið væri sannarlega snauðara án tónlistar. Og hér á vettvangi safnaðar Guðs, á vettvangi kirkjunnar, þá á tónlistin stóran þátt í að blása lifandi trú í trúað líf. Davíð Stefánsson orti einu svona ljóð sem hann kallaði Lagið og kemur svolítið inn á samhljóminn sem var að vera að syngja á hann. Hann segir: þó eitt sé lagið þar tón við tón sem tengdir eru órjúfandi böndum og minna á víxl á meistara og þjón mynda verkið báðir jöfnum höndum. Hvort gæti ekki lögmál þessa lags veitt löndum frið og hamlað ógnum stríða og verið upphaf þroska, þjóðarhags og þannig stutt að blessun allra líða. Ég sagði áðan að við værum kirkja. Það þýðir ósköp einfaldlega að við erum börnin hans Jesú. Við erum öll saman á ferð með honum og á þeirra ferð erum við kölluð til að elska því Guð elskar. Guð elskar þennan brotakennda heim með húð og hári, myrkri og ljósi, litum og tónum. Og hlutverk okkar sem kirkjunar einmitt að flytja heiminum þessar fréttir að hann sé elskaður og sýna honum það í verki, minna stöðugt á það og tjá það á eins fjölbreyttan hátt og hægt í orðum, í myndum og ekki síst í tónlistinni. Syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Mikið dásalegt að sjá okkur allir í kvöld og ég held að við finnum alveg þennan samhljóm í hjartan okkar við söngin frá Guði og til Guðs. Þakka þig, Guðmundur. Ég ætla að stofna nýjan kór og þið eru í kórnum sem eru í salnum og ég ætla að kenna ykkur eitt lítið lag. Það er ekki oft sem ég hef gert þetta, ég hef aldrei gert þetta áður. Mér datt þetta bara allt í hug. Þetta eitt, ég kendi kórnum þetta fyrir 2 vikum síðan held ég. Það er ekki rétt hjá mér. Ég held það. Lagið bara svona: Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Ég er bara að ná þessu. Bless his holy name, we praise him, blessed be the name of the Lord. Og svo ætla ég að kenna ykkur aðeins hvernig kór virkar eins og svona gospelkór. Þetta eru 3 raddir. Sópran, upp með hendur. Þetta eru sópranar. Og svo eru altraddir, maður sjá, upp með hendur.
Og einhverju kallar hérna líka? Já, maður sjá. Við erum 5, það vantar 4 sko. Þannig að þetta basically það sem að gospelkór samansettur á. Það eru sópranar, öldur og svo tenorar, aðalröddin. Og ég ætla að kenna ykkur, fyrst syngjum við sópran og þið læri bara, ef þið treystið ykkur til þess að syngja laglínu þá syngið þið hana, ef þið eru svona djúpa raddar sönguna þá syngið þið milliröddina. Eru ekki einhverju öldur í salnum hérna? Ok. Þorir enginn að gefa sér fram. Sópranin er svona Blessed be the name of the Lord, name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Svo aftur. Blessed be the name of the Lord. Bless his holy name, we praise him. Blessed be the name of the Lord. Þeir eru að ná þessu, ég veit það bara. Þeir eru svo kláður. Og allt reyndið maður heyri ykkur. Blessed be the name of the Lord, name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Og aftur. Blessed be the name of the Lord, bless his holy name, we praise him. Blessed be the name of the Lord. Og allt eins og klár, það eru allar búin að ná þessu, eða ekki? Ef þið treystið ykkur í þessar og svo fáið strákana, strákar, ekki stressa neitt, syngið það. Blessed be the name of the Lord, name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, bless his holy name, we praise him. Blessed be the name of the Lord. Þannig að svona kenni ég hlutin á æfingu. Ég syng rættirna fyrir þau fyrst, sópraninu yfirleitt svo alltinn og svo allir að ná þessu og svo syngjum við þetta saman. Nú prófið og þið syngjum með þið treystið ykkur í salnum. Takk. Blessed be the name of the Lord, name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless his holy name, we praise him. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, bless his holy name, we praise him. Blessed be the name of the Lord. Sopran! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless his name. Allt inn! He dries my every tear. He is music to my ear. Bless his holy name. Bless his name. Tenor! For 1,000 tongues to sing to the glory of my God and King. Bless his holy name, bless his name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be his name of my Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless his name. Blessed be the name of the Lord, name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, bless his holy name, we praise him. Blessed be the name of the Lord. Og nú þið í salnum, nú er komið ykkur.
Allir rosa stressaðir. Stöndum á fætur. Standa á fætur fyrir mig, það gott að hreyfa ykkur aðeins. Og nú syngur salurinn Blessed be the name. Í röddum, takk fyrir. Og svo Blessed be the name of the Lord. Name of the Lord. Name of the Lord. Blessed. Blessed be the name Of the Lord. of the Lord. Og svo alveg aftur. Blessed. Blessed be the name of the Lord. Bless His holy name. Bless His holy name. We praise Him. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless His holy name, we praise Him. Blessed be the name of the Lord. Takk fyrir. Þið sjáu það gaman að syngja í kór, eða ekki, það rosa gaman. Það ekki bara gaman, heldur það lengi líf okkar. Það gerist eitthvað í álfunni þegar við syngjum. Gerjón, þú ert nú búin að syngja í kór mörg ár, hvað ertu 95? Joke. Hann búin að syngja í kór frá það var 5 ára og veist, sjá hann hvað hann hress og þetta bara gott að syngja. Það gerist eitthvað. Og við ætlum að syngja núna lag sem heitir My Prayer eftir Áslaugu og í gær þá var ég að klára, við vorum að klára að mixa lagið í stúdíó, við tókum það upp í vor og ætlum að gefa út í sumar en svo fór allt í steik, allir þessi tónleikar sem við ætlum að halda og við frestuðum því og nú lagið að koma út á allar helstu veitur fljótlega. Þið getið ekki keypt diskinn því að það kemur engin diskur, því miður er það ekki lengur en þið getið hlusta á lagið fljótlega. Og Áslaug, þú ætlar að kannski segja frá laginu eitthvað? Ef að kveikja það kannski fyrst. Býta aðeins, ég bara tækna maður líka sko, gjörðu svo vel. Já, eins og Óskar sagði, þá erum við að fara að gefa þetta lag út bara núna á næstu vikum og já, við hlökkum mikið til. Þetta, og þannig að þið verður að vera duglega að hlusta á þetta á netinu og svona og hringja í útvarpsstöðvar, djók. En nei, lagið var, það er nú orðið nokkur ára gamalt, hvað síðan, 2017 eða eitthvað svoleiðis og þetta var samið áður en ég fór í ferð með son minn á spítala í Boston þar sem við vorum í 4 vikur og fyrir ferðina hafði ég verið svolítið svona hrædd og stressuð yfir þessu öllu saman og svo kemur þetta lag til mín og eins og ég segi alltaf ég á ekki neitt í þessum lögum sem ég fæði svona send bara, segjum það og þá kemur þessi bæn og ég get alveg sagt ykkur það að alla þessa ferð, þessa 4 vikur sem við vorum hann í Boston á barnaspítalanum þar að ég var aldrei hrædd en svo kemur þetta 2020 og eitthvað svona hluti að 21 ekkert voðalega svona þetta er svona tími sem allavega ég upplifði bara sem svolítið mikið svona ótta ekkert endilega ótta við COVID heldur bara svona ótta almennt þetta var svona eins og ég segi stundum ótta stjórnun á alheiminum og og þá fór ég að skoða þennan texta akkurat þegar við fórum í þessar upptökur og þá stendur akkurat sko að Please Lord, take my fear and let it fly away. Guð, taktu óttann minn og kasta honum í burtu. Og það er nákvæmlega það sem við ætlum að gera. Oh Lord, hear my prayer. I seek out to you for your help. I'm aiming to a goal, but I am frightened. I need your courage to face my fear.
terrified in every situation. Guide me on unknown path. Please, Lord, mend the parts of my broken heart. Please, Lord, take my fear and let it go. Yes, let it fly away. Show me your play your part and let me know that you're here to stay. Oh, Father, I depend on you. Your grace, your mercy, your power. 'Cause you're my Savior, my God. Please, Lord, mend the parts of my broken heart. Please, Lord, take my fear and let it go. Yes, let it fly away. Show me your play your part and let me know that you're here to stay. Please, Lord, mend. Please, Lord, mend the parts of my broken heart. Please, Lord, take my fear and let it go. Let it fly away. Show me your play your part and let me know that you're here to stay. When my world feels uncertain, when the earth feels like sinking sand, oh Lord, please never forsake me, merciful Spirit, 'cause my faith is in your My prayer. Við ætlum að fá að taka 2 lög eftir minn uppáhals og lærimeistara Andrew Crouch. Að sjálfsögðum aldrei flutt þessi lög, þessi kór, merkilegt nokkuð, við erum að syngja örugglega 20 lög eftir Crouch eða fleiri, en ekki þessi 2 næstu. Og þau skýra sig bara sjálf. Hún Dilja mætti þarna eftir að leiða okkur í fyrirlaginu sem heitir Mighty Wind. Like a rushing of a mighty wind, like the rushing of a mighty wind, come and feel our hearts again, like the rushing of a mighty wind.
eitthvað algjörlega sérstætt að flytja lögin af Sandra Crouch og ekki síst með geggjaðan sólustaf með okkur. Hún er ekki síður geggjuð áslögu til að leiða okkur næsta lagi aftur og þetta alveg þekkið nú. Þetta hefur spilað Sandra Crouch sjálfur og gleymi aldrei hann kendi mér þetta Hótel Íslandi þegar hann kom eins og til Íslands. En við ætlum að syngja þetta saman og þið syngið með mér. He brought me this far, Lord brought me this far, yeah. He brought me this far, He brought me this far, and He's gonna take me take me all the way. He brought me this far. Lord brought me. He brought me this far. God brought me this far. So
þetta dásamlegt lag líka og góð fyrir þeitt, It's Gonna Take Me All The Way. Það verður kannski sniðugt að hafa bara sálasymfóníu alla sunnudaga, þá fengjum við alltaf svona góða mætingu. En það reyndar alveg ótrúlega vel hort á útsendingarnar frá Lindakirkju. Og ef þið komist ekki á sunnudagskvöldum, svo ólíklega, þá endilega horfið á útsendinguna á heimasíðu kirkjunar eða á YouTube rás kirkjunar, Lindakirkja, eða á Facebook síðu Lindakirkju. Þið komist til að alla upp með að sjá þetta ekki, sko. Þetta eru 3 valmöguleikar og allar messurnar eru sendar út í beinni útsendingu. Næsta sálasymfóní nr. 2 í H-moll. Hún verður 14. nóvember og svo þar næsta þá verður smá twist, þá tökum við svona smá menuett í staðinn fyrir symfóníu. Við ætlum að taka jólatónleika 9. desember. Þá verður það að rukka ykkur inn því að við ætlum að vera með risa hljómsveit, geggja prógram og bara 9. desember takið daginn frá. Og svo 12. þá verður þið að koma aftur. Þá aðventukvöld Lindakirkju. Þá verður þessi kór, unglingagospelkórinn og barnakórinn og bara þið grennið jólinn inn með okkur hérna. Þetta svo frábær stund. En við ætlum að taka eitt lag hérna áður en að Gummi Kalli kemur hér upp eða Guðni og blessar okkur hér í lokin og endur kannski með einu stuðlagi. Og hún, Gógó, ertu mætt? Og hún ætlar að flytja lag að Guð elski okkur, ekki satt? Jú, þessi texti sem á ensku, hann nefnilega svo ótrúlega magnaður og í rauninni bara að segja það að það skiptir engu máli hvar við erum stödd. Okkur finnst kannski að við sem búin að brenna allar brýr að baki okkur eða við erum bara stödd í algjöru svartnætti, finnst ekkert ljós framöndan eða við erum kátaglöð. En það skiptir engu máli því að hann elskar okkur öll jafnt og hann elskar okkur bara mjög mikið. He loved me.
stórsigur að enda á því að þakka fyrir. Og við skulum byrja á svona þess að fara úr þessu stóra í því smáa eftir því hvernig á það er litið. Byrjum á kórnum og gefum Kór Lindakirkju dásamlegt klapp. Og það er gaman að segja frá því, við höfum fengið notið dásamlegs einsöngs í kvöld af mörgum kórfélögum og þetta eru nánast allt saman einsöngvarar. En mér langar til þess að við klöppum sérstaklega fyrir einsöngurum kvöldsins líka. Palli þéttur á bassann. Takk fyrir þína þjónustu í kvöld. Og elsku Óskar, við erum þakklátt fyrir gjafirnar sem Guð gefur þér og hvern einasta svita dropa sem hefur fallið Guði til dýrðar og okkur til blessunar hér í kvöld. Ef ekki að rísa fætur og þykja blessun Drottins. Þið fyrirgefið mig að vonandi að ég get ekki lyft báðum höndum, ég getur bara ímyndað mér að ég get ekki lyft hann að hendinni, þá er þetta allt í lagi, ég get þessu hvort það er ekki, að því að Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við fá okkur sæti og það er líka við varla hægt að sitja. Þið fá að standa á eftir, við skulum bara sitja fyrst. Já, aðeins og svo má standa upp aftur. Þau eru svo þreytt. Dilja var aftur mætt, við ætlum að taka eitt lag hérna eftir Rambo. Hún heiti Dotti Rambo. Svo sem samtur lagið sem sagt. Who do I talk to when no
Komið standa á fætur og þið með klappa með mér. 1, 1, 1, 1 og 1, 2 og 1, 2, 3. Strákar sá hann, meira. Amen. Kom að kalla svo. Amen. Amen. Og svo stelpur þið. Þetta ójafnt. Takk fyrir í kvöld.